Þá er komið að febrúarleiðsögn fyrir Vog. Þið sem hafa verið að fylgja mér í einhver tíma, þið kannist aðeins við formálinn sem ég er að fara með. Það varðar sveigjanleika og opinn huga. Að taka því sem að passar og ef þetta passar ekki þá sakar ekki að athuga önnum merki í stjörnukortinu sínu. En við dembum okkur bara beint í lofstöðun. Byrjum á því að athuga hvaða Vog ég er að lesa fyrir. Fáum við svo uppákomur og áskoranir fyrir Vog. Og leiðsögn fyrir Vog. Og niðurstöðu fyrir Vog. Það sem Vogin ekki veit, en hefði gott að því að fá eitthvað innsýn inn í, vil ég að fari hér neðst í stokkinn. Vogin sem ég er að lesa fyrir. Þú ert, kæra Vog, einhvern veginn búin að vera í einhvern tíma í svolítnum valkvíða og búin að vera mikið að vega og meta og hugsa og hugleiða og ígrunda en þú hefur átt erfitt með að velja. Það eru einhverjar ákvarðanir sem að þú hefur þurft að taka og velja á milli í ýmissa atriða og það hefur reynst þér mjög illa. Þannig að þú ert búin að vera í einhver tíma að vega og meta og það er bara mjög erfitt af því að þetta er það sem þú ert algjör sérfræðingur í og þetta er sá staður sem að þú ætti til að stana í grundunin. En það er líka þannig að þá erum við yfirleitt bara svolítið föst á milli steins og sleggju af því að ef við veljum ekki neitt þá förum við ekkert áfram. En með því að velja eitthvað, með því að velja annarkvort eða, þá getum við haldið áfram. Og það er þessi staður þar sem að meðan við veljum ekki neitt, það er versti staðurinn til að vera á. Meðan við erum í valkvíðanum, meðan við erum á milli steins og sleggju. En mér finnst, þrátt fyrir þetta sé staðurinn sem þú ert búin að vera á, þá finnst mér eins og þú sért að nálgast ákvörðun eða jafnvel búin að taka ákvörðun, búin að sleppa tökunum á valkvíðanum eða í það mynd að gera það. Og fyrir vikið þá ertu svolítið berskjölduð, þú ert kannski svolítið líður og meir og kannski svolítið svona
að velta því fyrir þér, var þetta rétt ákvörðun eða og hvað svo, ég er búin að velja þetta og hvað svo. En mér finnst eins og þú hafir ákveðið að taka einhverja stefnu eða sért að hallast að ákvörðun eða stefnu. Og þetta er svolítið stórt mál fyrir þig. Það er alveg stórt mál fyrir þig að sleppa tökunum á þessari ígrundun og hugleiðingu. Það er stórt skref fyrir þig að geta tekið ákvörðun án þess að vera með algjörlega allar mögulegar upplýsingar upp á borðunum og á þess að vera búin að reikna út allar mögulegar útkomur. Þegar þetta er svolítið svona, þegar það er svona pínu blind, þá er það alveg ekstra erfitt fyrir þig að ákveða þig, en finnst eins og þú sért að sleppa tökunum á því og sért að velja stefnu. Áskoranir þínar þér er og verður svolítið ögrað. Sérstaklega hvað varðar eitthvað samband, hvort það sé hreinlega nýtt samband á leiðinni til þín, ný tenging, hvort sem það er rómantískt eða vináttu eða starfssamband eða eitthvað. Og ég held að það sé þetta sem þú sért kannski búin að vera að íhuga í svolítinn tíma, það er að segja hvað þú vilt og hvernig þú vilt fara að, og er þetta eitthvað sem að myndi henta þig. Ég held að mögulega ef við setjum þetta í svolítið svona skilgreindara samhengi, þá finnst mér eins og þú sért búin að vera íhuga og ígrunda mjög lengi annarkvort hvort að eitthvað tiltekið samband sé eitthvað sem þú vilt, eða hreinlega hvort að þú viljir vera í einhverju sambandi eða samskiptum eða hvernig sambandi. Af því að núna er, held ég, að koma ný tenging inn í lífið þitt, eða þá að þú sést að uppgötva einhverju sálufélagatengingu. Það er ekki endilega nýr aðili sem hefur aldrei hitt áður, en þið eru svolítið að tengjast á nýjan hátt. Og þetta er ögrun fyrir þig og þú ert einhvern veginn að reyna að feta þinn veg í kringum þetta, vera meðvitaður sjálfa þig, hvernig maður kemur fram, þú ert svona fikraði áfram, reyna að halda yfirsýninni á heildarmyndinni. Þannig að mér finnst þess að þú sért að fara mjög varlega í þetta. Og enda líka er þetta eitthvað sem að skelfir þig og hræðir þig. Þú ert að fara mjög varlega. Ekki að sé endilega ástæða til, heldur er þetta bara þú upplifir ögrun, en það er einhvers konar sálufélagatenging að koma inn í lífið þitt og gera vart við sig í lífið þínu núna. Og það kemur út frá mikilli ígrundun og hugleiðingu það hvað það er raunin sem þú vilt. Leiðsögnin er að nú er tími til að hefja sig aftur loft. Þú ert búin að vera mikið í einvörðinni og innri vinnunni. Þú ert búin að vera mikið að vinna í tilfinningu þínum. Þú ert búin að vera mikið ein og það vottar alveg fyrir einmanaleika inn á milli. Og þó að einveran hafi gert þér rosalega gott, þá er hér verið að segja við þig að núna er komin tími til að þú hafir þig aftur á loft og stígir út úr þessari einveru. Leyfið þér að fara inn í þessa sálufélagatengingu, hvort sem það er rómantísk tenging, vinátta eða hvað annað. Sálufélagar geta verið allavega á alls konar og þeir þurfa heldur ekki alltaf að vera að eilífu. Stundum hittum við sálufélag okkar og við fylgjumst að í eitthvað tíma og fyrir svo aftur í sundur. Og það er fullkomlega eðlilegt og við eigum ótal sálufélaga
í heiminum og í ýmsum myndum. Það ekki bara þessi eini rómantíski sálufélagi, við eigum sálufélaga í fjölskyldun okkar, í vinum okkar, í mökum okkar, og stundum ekki. Þeir geta verið allavega á alls konar. Niðurstaðan svo, já, þú verður áfram eitthvað pínu nervus og svona pínu eins og þú að tipla tánum, en aftur á móti þá mikil þroski þarna. Það eru kaflaskil og það mikil hreyfing. Mögulega býður þetta upp á bókstaflegt ferðalag, þar segja á milli landshluta eða milli landa, en þetta allavega mikið innra ferðalag í hið minnsta. Mikil þroski, stór andleg vegferð fyrir þig, aukin mýkt, aukin mildi, mikil kærleikur, mikil kærleikur, svona umvefjandi, hlýr, notalegur, kósí kærleikur, alveg hreint. Og þetta eitthvað sem þú ert búin að vera meðvitað eða ómeðvitað að skapa innra með þér til þess að geta deilt með öðrum. Að þegar þú ert búin að vera í mikilli innri vinnu og hugleiðingu. Þannig að þetta eitthvað sem þú ert í rauninni búin að kalla til þín þó þú gerir ekki grein fyrir því. Skulum fá eitthvað einsýn hér. Fyrst var þetta vonandi sem ég að lesa fyrir. Varðandi áskoranir. Varðandi leiðsögn. Þetta nú heldur mikið. Og varðandi niðurstöðu. Ok. Sko, hvað varðar þig? Þá ertu búin að vera í, eins og ég segi, mjög mikilli innri vinnu, mikilli íhugun og hugleiðslu. Það hefur farið þér ofboðslega vel, þú ert búin að ávaxta ofboðslega mikið fyrir þig. Þú ert búin að rækta ofboðslega mikið fyrir þig, sérstaklega þetta sálræna, huglega, andlega. Fræðast og læra og þú ert orðin svona einhvers konar svona leiðbeinenda týpa, kennara týpa. Þú ert búin að þróast svo mikið af allri þessari innri vinnu og þú hefur haft það mjög gott í þessari einveru og innri vinnu sem hefur fylgt þér núna í einhvern tíma. Þú hefur lært gífurlega mikið og öðlast mikla visku. Áskoranir þínar, einmitt, sko, varðandi að þinn upplifa ögrun út af sálufélagasambandi. Það náttúrulega að því að þú ert búin að vera í mikilli einveru og mikilli innri vinnu og þér hefur liðið mjög vel í því. Þannig að þá ekkert óeðlilegt að þér finnast að vera ógnvænlegt og ögrandi að allt einu kominn einstaklingur
sem er sálufélagi að einhver leyti með tilboð gífurlega mikla hamingju. Þannig að ef þetta snýst rómantískt samband, þá sérstaklega ertu að upplifa mikla ögrun. En hins vegar þá ert hér með sálufélagana, elskhuganna og hamingjuna. Það er tilboð hér mikinn kærleik og mikla ást, djúpstæða tengingu, mjög náið samband sem getur veittir mikla hamingju. En auðvitað ertu hræddur. Þú ert að ögra einverunni þinni sem að þér hefur liðið svo vel í. Þú lærður svo mikið í þessari einveru. Þannig að það er ekkert skrítið að þér finnist það ögrandi að þú eigir að stíga út úr þessari einveru allt í einu. Leiðsögnin er að þú ert búin að vera að byggja þig upp og þú ert búin að vera að byggja þig upp fyrir þetta. Þú ert búin að vera að vinna mjög mikið, leggja hart að þér, byggja, bæði byggja þig í átt að einhverjum draumum, í átt að því að eiga kost á hamingju, eiga valmöguleika. Þetta er það sem þú ert búin að vera að byggja þig upp fyrir. Þú ert búin að vera ofboðslega duglegur í því. Þannig að ekki vera svona hissa. Þetta er það sem þú ert búin að vera að vinna þig upp í, hvort sem þú gerir grein fyrir því ekki. Niðurstaðan er svo að það er núna í boði fyrir þig að brjóta þetta munstur sem þú ert búin að vera í, brjóta þessa stöðnun sem þú ert búin að vera í. Það er erfitt vissulega og þú upplifir eins og að þú myndir mögulega upplifa pínu eins og þú sért að fórna einhverju, sem að vissuleyti þú ert að gera. Þú ert að fórna ákveðinni vernd og ákveðinni vörn sem þú hefur haft í einverunni. En það er líka verið að minna hérna á að í of mikilli stöðnun þá gefur eitthvað sig, það brestur eitthvað. Þess vegna þurfum við að halda áfram. Þess að þú veist ekki þegar nú er kominn tími til þess að breyta sjónarmið og gefa eftir. Ekki loka þig af fyrir þessum valmöguleikum. Leyfðu þér að finna eldmóðinn og ástríðuna í þessu. Leyfðu þér að fara á stað þó þú vitir ekki hvað er framundan. Ekki láta fortíðina halda aftur en leyfðu þér að skapa eitthvað gott úr þessu, þegar þú ert algjör snillingur, þú ert fullfær að skapa eitthvað gott úr þessu. Þú hefur stuðning, þú hefur vernd og þú ert ofboðslega klár og þú getur allt mögulegt. Þú getur brúað þessi bil þó þér finnst það erfið. Þetta er löng vegferð en þú ert komin ofboðslega langt þar að auki. Ef þú lítur yfir farin veg, þá sérðu að þú ert komin svo ofboðslega langt. Þó þú sjáir ekki fyrir endan á ferðalaginu, þá ertu samt komin svo ofboðslega langt. Núna ferðu að upplifa grósku og stöðugleika, tilfinnanlegt jafnvægi og mikla hamingju. Það er svo ofboðslega margt sem stendur til boða fyrir þig hér í þessu og í þessari tengingu. Ég ætla að ljúka þessari leiðsögn með einu erkienglaspili fyrir þig. Þú færð erkiengilinn Púrnímík. Þessi er að leyfa náttúrunni að svala þér og þjónaðu náttúruríkinu.
Það er að segja, þegar þú finnur fyrir óeirð, þegar þú finnur fyrir ótta sérstaklega, leitaðu þá í náttúruna, jarðtengdu þig. Þegar við dettum inn í óttan okkur, það eigum við til að missa jarðtengingu og hugurinn fær að ráða allu og reikar eitthvað lengst upp í loft. Þannig að komdu tilbaka inn í líkamann og tengdu þig ofan í jörðina, jarðtengdu þig á þinn hátt með einhvers konar náttúrutengingu, hvort sem það er með útivist, með dýrum, með pottablómanauðnum eða með hugleiðslu. Það að vinna með náttúrunni tengir okkur og róar hugann. Þannig að leyfðu þér það. Leyfðu þér að sinna náttúrutengingunni þína og jarðtengingunni vel og vandlega. Þá er þessari leiðsögn lokið og ég vona að skilaboðin ráti sunn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og komið að gagni. Ég þakka bara kærlega fyrir mig og þakka áheyrnina og segi þá bara þar til næst.